Ég er að vota til að lofi dyrða Guð fyrir miskunn hann, fyrir támark sem hann gera í mér frá þegar ég komin til kirkju. Hann er að segja mig í spáorðingjafi að ég ætla að vera svona mjög illa í heilsu. Að hann ætla að vera við mig og aldrei gleyma það. Í seinasta ári í desember það var að koma út að ég er með gallstein. Og svo út af því ég var að koma og að vita að ég er ófrisk. Það var erfiðu tíma að því að eins og fólk að ég segja hvað er að gera núna. Og ég er að segja, Guð búinn að segja mér að alla koma að vera í lagi. Og læknir búinn að segja, ég getur ekki vera í aðgerð að því að út af því ég er ófrisk. Það kemur upp að ég var bara mjög illa og það kemur upp að það verður að vera í aðgerð í svona emergency. Og eftir svona nokkra dag, ég var bara illa þá. Og svo læknir búinn að segja við sjáum til í fyrst þetta var illa aðgerð eða svona meira, svona gallstein. Og svo búinn að segja læknir að svona það var erfiðu tíma. Kannski ég getur týna barninu mínu og það var að gefa ekki mikið svona tíma til að segja að því að ég var bara rosalega illa. Og það eru bara koma tíma sem ég á ákveða og ég er á lífandi eða barni. Það getur ekki verið svona að því að ég var bara mjög illa. Ég var að trúa í Guð og ég segja á Guð, ef þú er að gefa mér þessi barni, ef þú lofa mér að þú á að vera við mig, en ég er að trúa það. En eins og fólki ég var bara svona liður illa, en samt ég er búin að segja, Guð búin að segja hann ætla að vera við mig og læknir búin að segja svona, vonandi allt koma í lagi, en samt það var mjög lítið hóp. Og eftir aðgerð, allt gangu vel. Fyrsta sem ég er að spyrja eftir ég vakna frá aðgerð að barni er í lagi að því að læknir búinn að segja aldrei bíða eftir að allir vera í lagi og svo læknir búinn að segja setja támark að barni getur vera lifandi eftir svona rosalega erfið aðgerði. Eftir það kemur upp að ég er búinn að eiga barn 6 dagar eftir hann fædd. Hann kemur í svona í bróðamóttaka. Að hann kemur upp með vilirúfin og læknir búinn að segja mér að barni er mjög illa svo það var að breyta blóði hann ef það kemur ekki niður svona hýnda. Ég var að bæn til Guð og segja honum að hann gefa mig svona barni að taka hann ekki. Og fyrirgeðu bara svo síst að því að ég minna á þessi tíma það var mjög erfið eins og mamma, eins og fólk. Og alveg eins ég var að trúa í Guð. Í það sem Guð búinn að tala við mig og þegar ég var að sjá barnið mín við lífi, ég búinn að segja að fyrir Guð á hann með lífi, það er bara til að ég vera með honum. Svo læknir búinn að segja mig, ef 24 klukkan tíma bilirúbin kemur ekki niður, það þarf að breyta allt blóði barni. Og ég búinn að segja til læknir, eru bara svona, ég trúa í Guð og eru bara svona að hann er að gera til. Og svo læknir búinn að segja, ef þú trúa Guð, fastir í honum að því að þetta er ekki annar. Og svo takk fyrir Guð að barnið minn var bara að laga, við vorum bara 9 dagar í það. En læknir búinn að segja að það getur verið erfið eftir með barnið, en það er ekki svoleiðis. Barnið eru með mér í dag og hann er ekki við mig strax að segja, ég býr ekki hér í bænu. Og í þessu 10-9 mánuði sem ég er búinn að vera vinalaust, það er ekki neitt vanda fyrir barninu mín og það er bara svona fattiskap, það er blei og mjólk og mat og allt eins og mína fjölskylda og alla mína vinir og fólk sem þakki mig koma með matur og peninga líka og ég var ekki til að vinna og ég segja takk fyrir Guð að ég vanta allt þólis, ég var ekki með neitt til að kaupa allt sem ég er að vanta. Og ég minna á orðið honum þegar hann búinn að segja að hann ætla að vera við mig alltaf og missa ekki neitt. Ég er að vota það fyrir lofi dyrði Guð.